Fyrir rúmlega ári síðan flutti ungur maður, Hákon Óttar Hjörvarsson, til Sauðárkróks ásamt fjölskyldu sinni. Þau hafa komið sér vel fyrir og fengið góðar móttökur í bænum. Hákon segir ýmsa kosti fylgja því að búa á litlum stað, en til dæmis sé auðveldara fyrir ungt fólk að eignast sína fyrstu íbúð. Ég var að klára kerfisstjóranám og fór að leita mér að vinna í þeim geira og sá auglýst hjá Fjölnet hjá Tengli, sótt og fór í viðtal og eitt leitað öðru og maður kominn hingað norður. Var að vinna hjá Vodafone í Reykjavík á Skúlagötunni og síðan fer ég það og nú kem bara hingað. Og þú komst ekki einn eða hvað? Nei, ég tók konu og barn með mér og nú annað á leiðinni. Og hvernig líkar ykkur hérna á Sauðárkróki? Okkur líka bara ágætlega, búin að aðlagast ágætlega og sjáum fram á að við erum nýbúin að kaupa íbúð og gerum ráð fyrir að vera hérna allavega eitthvað skeið. Hákon kerfisstjóri en kona hans, Oddný, hárgreiðslumeistari og bæði fengu þau störf við sitt sérsvið á Sauðárkróki. Fljótlega eftir að þau fluttu norður fylgdu fleiri fjölskyldumeðlimir í kjölfarið. Jú, það byrjaði í maí, þá kom mamma norður og byrjaði að vinna á Hótel Tindastól, þar sem hún ferðamálafræðingur. Og síðan núna í lok sumars þá kemur systir mín líka norður og að vinna hjá Æsprotein, líffræðingur og fekk vinna hjá þeim. Og síðan að því að náttúrulega gengur ekki að vera einn í Garðabænum, þá kemur pabbi líka núna eftir áramót, hann búinn að vera að vinna svolítið erlendis Noregi, en hann kemur núna heim og ætlar bara að vera heima. Hvernig móttökur hafið þið fengið hérna? Bara mjög góðar. Það ótrúlegt hvað fólk getur verið hjálpsamt. Alveg sama hvað maður vantar. Það alltaf einhver til í að koma og hjálpa manni, redda manni og gera vel við mann. Þið eru öll menntað fólk og hafið öll fengið störf hérna við ykkar sérsvið eða hvað? Jú, ég myndi nú að halda það. Pabbi rafvirki, hann að koma inn á vinna hjá Tengli og ég kerfisstjóri, vinna við það og systir mín líffræðingur hjá Æsprotein, mamma ferðamálafræðingur, vinnur í hótelinu, þannig að það greinilega nóg að gera. Þetta allt stækkandi og bara, það mikil vöntun myndi ég halda. Maður heyrði það, ef bara leið og einhver sem hefur menntun kemur í bæinn, þá hann gripinn alveg á stundinni.